Góðan daginn, Rúnar Ingi Guðjónsson heiti ég og menntaður kjötiðnaðarmeistari og annar eigandi af Frávik ehf. Við ætlum núna að tala gervigarnir, en það eru algengustu garnirnar sem við notum í kjötiðnaði í dag. Þær skiptast upp í 4 flokka, það er kollagengarnir, sellulósagarnir, fíbrusgarnir eða trefjagarnir og plastgarnir. Allar hafa þær mismunandi eiginleika og við notum þær mismunandi í vinnslan. Við byrjum bara á kollagengarnum. Það er það sem við notum á allar pylsur í dag á Íslandi, eða flest allar. Það er aðeins verið að nota náttúrugarnir, en þetta er undirstaðan á pylsumarkaðnum í dag. Það er hleypa vatni eða gufu í gegn og reyk og eru ætanlegar. Því næst höfum við sellulósagarnir eða hjúpnagarnirnar. Þær eru eins og nafnið gefur til kynna unnar úr sellulósa sem er úr plöntum. Og þær hleypa einnig gegnum sig reyk og gufu, en það má ekki borða þær, þannig að við þurfum að flysja þær eftir suðu. Því næst höfum við trefjagarnir og ég er hérna með 2 mismunandi gerðir af trefjagarnum. Þessar stærri eru svokallaðar salami-garnir og þessar minni eru fyrir pepperoni. Þær hleypa raka út, reyk inn og minnka með pylsunum við framleiðsluferlinu. Áður við notum þær, það er kannski gott að minnast það, að þá þarf að leggja þær í bleyti í svona 20 mínútur til hálftíma í volgu vatni. Því næst og síðast en ekki síst, þá höfum við hérna plastgarnir. Það eru til alveg óteljandi gerðir af þessum plastgarnum, en þær hleypa engu í gegnum sig og þar af leiðandi auka geymsluþol á vörum við besta aðstæður upp í svona 2-3 mánuði áður en þeir skorið niður í þær neytendaumbúðir sem við þekkjum. Takk hérlega fyrir.